Já, það held ég kæru hlustendur rétt áður en að þátturinn hefst þá langar okkur aðeins að koma inn á ISNIC. Bara rétt að vara við því að við hefum orðið lesið lenegaslýsing.is með venjulegu í. Varstu búin að kaupa það? Já, með venjulegu í. En þú getur náttúrulega keypt fleiri, sko, nú er hægt að skrá auðvitað mörg lén bara í einu. Þú getur bara sett í körfu. Já, gaslýsing.is, gaslýsing með í, ypsilon, öllu saman. Ég segi það og svo sömuleiðis aur, þú getur borgað, þetta er orðið svo einfalt, þú getur farið að borga með aur þarna inn á og ég veit ekki hvað, þannig að við hvetjum alla braskara landsins til að fara þarna inn, leita á öllum lénum og kaupa þetta upp. Ernir Renta Party sagði... Því verðmætara er lénið. Já, Ernir Renta Party verifæðir þetta. Hann er að kaupa lén, elskar þetta. Já. Herru, við þökkum ISNIC kærlega fyrir og góða helgi. Það held ég föstudagskaffið hefur hafið göngu sína. Nú skal hrútskýra Nú hrútskýrum við einhvern fjanda. Nú verður hrútskýrt og ég veit ekki hvað og hvað. Föstudaginn 23. júní komið langt inn í sumarið. Lítið að frétta allavega sóladögum. Dagurinn byrjar að styttast aftur. Já, það byrjaði fyrradag. Það byrjaði fyrradag, sko. God damn. En við látum það ekki á okkur fá einn í pingjunni, er ekki stemning? Woo! Jú. Og ég heyri eitt, woo! Woohoo! Þannig að held ég, vikan, nóg í fréttum, við erum með launþegavíkunar, við erum með fréttir, við erum með verðbólgutips, við erum með milljónamæring, það er stútfullur þáttur. Þetta gæti verið besti milljónamæringur. Já, ég er eiginlega sammála því, þú varst að sýna mér eitthvað á honum hérna. Það er hljóðbrot. Þetta er svakalegt, sko. Þessi milljónamæringur er í boði áfengisfrumvarpsins sem að kom ekki. Þessi maður varð ekki billjóner bara fyrir 80 eitthvað. Já, 70 held ég. Já, ok. Við komum staði á eftir. Ég getur staðins að verifæja það. Það er alltaf hægt að googla og við erum nú alltaf með engisbrettun á mér. Já, hún er hérna. Virkar hún ekki rúglega? Nei, ég ætla að leiðrétta líka og því að ég vildi taka áfengispólinn og því að Costco eru byrjað að selja áfengi sem við fórum í síðast. Já. Ég sagði að Netto væri byrjar, það er ekki rétt. Þeir eru með það í burðarlegunum. Þetta er bara Hagkaup og Netto eru svona eitthvað að velta þessu fyrir sér. Já, sko þeir sögðu að... Hagkaup er kannski aðeins óvissari. Já, það virkaði þannig, sko. En, við erum með Lavazza sjálfsögðu, sullandi því upp alla veggi sem fyrr. Við erum að drekka gull alla daga. Það er sama hvort þú kaupir að malað í hylkjum eða bítir í baunina. Þú verður aldrei fyrir vonbrigðum, menn hafa verið að dreipa auðvitað á brúna gullinu hérna í Seðlabankanum bara í, yfir ár núna. Þetta er svona pick-up lína á vinnustöðum í dag. Já, brúna gullið? Já, bara þegar einhver labbar inn á fund og hana. Viltu drekka gull? Ertu með brúna gullið? Já. Svo dregur upp úr vasanum svona nokkra baunir. Þetta verður náttúrulega, við verðum að ná þessu trendi á skrifstofunum. Já, þetta er löngu byrjað. Komum með þetta núna. Ef að, þú ert að labba inn á skrifstofu, sér einhvern með kaffi, þá spyrir hvað er þetta brúna gullið? Já, má bjóða er brúnt gull. Já, það er aðeins bara, hvað? Lavazza. Það er engin stúri frá túrin, við þökkum Lavazza kærlega fyrir samstarfið. Uppáhalds espresso austfirðinga. Já, og Jómfrúin opnuð á Keflavíkurflugvelli. Stórkostlega fréttir fyrir svona hvítflippa eins og okkur. Já, það er svona vika að þú fáur að smaka þetta. Já, það er vika, 6 dagar, ég fer út og ætla ég að láta þjóna mér hérna til borðs. Þetta er doldið skemmtilegt, þetta er svona franchise, sko, með SSP sem er búin að vera, hefur verið í rekstri á, þau bara sérhæfa sig í rekstri á alþjóðaflugvöllum. Ég held að við höfum ekkert útskýrt það. Nei, ég held að við höfum ekki komið inn á það síðast, sko. Jakob sjálfur er ekki beint að þú standi í þessu day to day. Nei. Heldur er Jómfrúin orðið franchise. Já, það er bara orðið franchise. Og þetta SSP er held ég á markaði. Já. Og þeir bara taka að sér veitingarekstur og flugvöllum út allan heim. Já, en ég er búinn að heyra að þeim tekst alveg að fanga sömu stemningu og er á Jómfrúnni niður í bæ, sko. Já. Þannig að fólk það er ekkert að hafa áhyggjur af því. Býtum að sjá, heitir þetta SSP? Group? Já. Ég er bara að fara að kaupa bréfi í þessu, sko. Það ekki það? Þetta er að fara á flug. Eftir Jómfrúna. Herri, svo er þetta sumar jazzinn, það er bara núna allar helgar, 24. júní, það er kvartett Hauks Gröndal, rífandi sveifla upp á gamla móðinn með þessum frábæru listamönnum. Þannig að látið ykkur ekki vanta þar, það er, sko, það fyllist allt í jazzinum. Þannig að verið mætt fyrr en seinna. Svo er júlí líka stútfullur allar helgar þar. Já. Og ágúst í raun líka, þannig að við hvetjum ykkur til að fylgjast vel með því og þökkum Jómfrúnni kærlega fyrir. Jæja, það voru
fréttir í vikunni. Já, ertu með eitthvað? Það var slatt af því, sko. Ég með, sko, mér langaði eiginlega að byrja á aðeins þegar við töluðum hopp, hvort það verið síðast, með leigubíla. Heyrðu, ég ætlaði að vera edrú. Þú fór sko beint eftir þá. Já, ég verð að standa við þetta, keyri í mig og bókaði mig hopp. Þetta algjör snild. Fórst á föstudeginum. Já, nú gefum við bara, nei, þennan. Þarna, klapp fyrir hopp. Já. Og sko, þetta dálítið merkilegt að þetta náttúrulega góðvinur okkar og voru þarna í rauninni, þetta var fyrsta prófraun þeirra helgi. Annars okkar, ég veit að Eyþór þolið þig ekki. Hvað segirðu? Eyþór sagði mér að hann þolið þig ekki. Það þarf að kíkja eitthvað á hann. Herðu, en það fór nú eiginlega ekki betur en svo að 66% af þeim sem pöntuðu bíl fengu ekki ferðina sína. Já. Þetta náttúrulega, þú veist, góða fréttir svona fyrir hopp, þú veist, að nóg eftirspurn og þú veist, þetta bæta nóg við sig og allt það, en auðvitað slæmt fyrir neytandann, kannski leiðileg reynsla svona fyrst sinn. Já. Og þar leiðandi kannski ekki gott fyrir hopp, en það sýnir bara að það er svo mikið gap þarna, sko. Já, þú veist, þetta í rauninni bara það sem endurspeglar framboð eftirspurn þessara markaðar. Að þessi galna framboðstýring sem er búin að vera hefur enga veginn haldið í takt við eftirspurnina. Algjörlega. Og núna eru hoppar að hoppin á eftirspurnarhliðina og auka framboðið vonandi. Kom eitthvað fram með það? Ætlaði að bæta við bílum með það? Sko, já, það er bara opið fyrir umsóknir og mér fannst sko, opið fyrir umsóknir. Þau eru að leita fleirum allana. Ég veit ekki hvernig ferlið á bakvið þetta en málið er að sko eins og Hreyvill, þeir eru búin að banna sínum leigubílstjórum að sækja hjá hopp. Og þetta er sko málið er, þetta er sjálfstætt starfandi fólk í fyrsta lagi. Ég veit það. Og ég er bara ekki viss að þessi hótun frá Hreyvilli haldi bara svona í augum lagana sko. Þú veist, að þeir megi bara setja einhver svona kvöð á lið sko. Þetta er algjört krabbamein sko. Ég talaði við minn bílstjóra. Hann var hæstánæður með þetta, hann sagðist vera að fá herrakaup hjá hopp og bara fyrirsjáanlegin væri meiri. Það var herrakaup og viðskiptunum borga minna. Bara málið leist, allir glaðir það. Já, svo líka ég var reyndar orðin það djúsaðar þegar hann sagði mig hvað, einhverja veltutölur frá Hreyfli, ég ætla ekki að fara með það í lofti. En hann sagði að hann væri hæstánæður með þetta. Já, það er gott að heyra. Og það er nú alltaf gott þegar bílstjórinn ánæður, þá er neytandi kannski ánæður líka. Já, mitt sko. Þetta var reyndar sko þessi helgi, við verðum að gefa það. Þetta var eiginlega gjörsamlega galin tímasetning. Þessi helgi, af öllum, því að miðbærinn var gjörsamlega stappaður sko. Ég var þarna, miðsvæðis, síðustu helgi. Ég er ekki búin að vera að stunda bæinn jafn grimt og þú heldur undanfarið, en ég fór þarna klukkan svona 1:00 og þá var bara röð, þú veist, við erum að tala um að það var bara röðin á bara bara einhverja litla smábari sko. Þú veist, bara út úr dyrum og... Hvað tillar þú smábar? Já, bara eitthvað, þú veist, íslenski barinn eða eitthvað skilur. Það er bara röð að komast þangað inn. Einn af mínum uppáhalds. Það er ekki nógu gott fyrir. Flottur staður en þú getur ímyndað. Já, þú veist, lítill staður skilur. Já, með það. En ég hef bara ekki séð annað eins bara frá því fyrir hrun sko. Hvernig miðbæri var þessi helgi, þannig að það hefur verið augljóslega... Það var ekkert meðan að ég reyndar fór á 50-deginu sko. Já, þú, einmitt, já. Við tókum náttúrulega þáttinn upp á 50-deginu. Ég ákvað að taka hann létta tíma vel. Þú talaður um það á fyrstdeginu. Já, akkurat, maður er ekki múin að, já. En þetta er jákvæð þróun. Þú varst á 17. júní, sem sagt. Hvað segirðu? Þú varst semst á 17. júní. Aðfaranótt. Já, aðfaranótt 18. sko, þarna sunnudagsins sko, og þá, einmitt, það bara bærinn hefur, það voru náttúrulega útskriftir þarna mikið sko, og þá bærinn alltaf, það eru þessar 2 helgar. Hvað, 10. bekkur? Klárast einhver stað? Nei, þetta var bara háskóla. Já, nú var það. Og hvernig var svona rútínan? Verð ekki með þetta. Inn á biffann og inn á flösku? Já, með frúnni, verð ekki með þetta. Já, opinberast hér með. Já, þú ert komin á fyrst. Það er gengin út. Já. En það var nú fleira góðu hluti sem fór að síðustu helgi. Já, byrju, hæ? Ég heyrði það á staði fáralega vel. En á 17. varst þú ekki fjallkonan út á Nesi? Ég fekk nú senda mynd bara. Jésús, þú veist, ákveður þetta, hvaðan kemur þetta? Ég fekk þetta, þetta bauð. Þetta voruð það písi núna að það er kallmenn fannir að vera fjallkonan? Já, ertu á móti því? Nei. Þú ert á móti smábörum, þú ert á móti að kallmenn fá að vera fjallkonan? Nei, ég veit það nú ekki. Þannig að þetta er bara þvættingur. Það veist, ef við ekki bara lefa konum að vera fjallkonur? Jú, ég bara láta þar við sitja. En allan með hoppið, við fögnum þessu, þetta er Pingjan Certified og hvetjum fólk til að Já, bílstjóra bara til að sækja þetta eða hvernig sem þetta sko. Ég þekki ekki gangverki í þessu sko. Sem að velti fyrir sér einmitt hvort sé eins og með Uber að þú getur nánast bara að downloada appinu og þá stóðum bílstjóri.
eða hvort þú þurfur að vera komið með leyfi. Það eitthvað svona strangara hér. Það allt svona meira próf og eitthvað svona, eitthvað regluverk. En þetta allavega þannig náttúrulega hjá Hrifli að sko, þá bara eitthvað x margir sem að geta á árið, það ekki? Ég veit það. Ég nenni ekki að hreyful meira. Umlega þjónusta og vondi verður að fyrir að rífa sig í gang. Herðu, við verðum eiginlega að dempa okkur í launþega vikuna samt. Já, sammála því. Gleymum því svo sem. Það að sjálfsögðu í boði Yuzu, þú ætlar að finna þarna launþegan og meðan ætla ég að tala Yuzu burgerar, þetta eru burgerar okkar kynslóðar. En hvort vildi þú eða? Já, tökum bara, já, við vorum með svona 2 þannig í siktinu. Já, við viljum hengjum við næst. Já, algjörlega, en við viljum minna hjá vinum okkar í Yuzu, það eru tilboðin, það hádegistilboð, svo þetta þriðjudagstilboð líka. Já. En svo eru líka svona sérstök nettilboð. Það hægt að hagraða vel sko. Það hægt að kaupa, þú veist, fyrir 2 eða alla fjölskylduna. Það til dæmis bara hérna, þú getur keypt fyrir 2 fullorðna og 2 börn. Já. Og á kostakjörum. Það geðveikt. Þú náttúrulega orðin vísitölu, þú í vísitölu fjölskyldu. Já, en galdunum við góð börn þau borða franskar á Yuzu. Já. Og það hægt að dæla í þeim frönsku frá Yuzu. Þetta lostæti. Já, þannig að þetta mjög vel að taka tilboðna og bara franskarna beint í krakka. Ekki spurning, við þökkum Yuzu kærlega fyrir samstarfið og launþegi vikunar einmitt í þeirra boði, Yngvi, og komdu með það, give it to me. Geirmundur Valtýrsson? Nei, ekki hann. Það er Matthías Sveinbjörnsson. Sveiflukóngurinn, Geirmundur. Já. Þú veist að hann var sveiflukóngurinn. Hvað áttu, þetta eitthvað klúrt? Geirmundur Valtýrs? Já. Nei, bara sveiflukóngurinn, hann var alltaf kallaður það. Sveiflukóngur? Bara, þú veist, hann var flottur dansari og söngvari og eitthvað. Já. Herru, en hann hvað heitir hann, segir? Geirmundur? Sko, nei, hann heitir Matthías Sveinbjörnsson. Nú. Ok, Matthías Sveinbjörnsson og hann starfar hvar? Sko, hann fekk 2 submission, þannig ég ætla að lesa upp bæði. Já, herðu, einmitt, hann var vinsæll. Og þetta ekki á sama degi, þannig að það hefur verið leiðið sko gífuleg vinna á baki því að koma hann inn. Já. Sko, hann yfirmaður Revenue Management hjá Icelandair, hann með 30 manns beint undir sér og hefur spilað mjög stóra rullu því að Icelandair hefur tekið svona vel við sér. Heyrðu, einhver bætir betur og dettur inn einhverjum dögum seinna og segir fyrir að hafa óbilandi passjón fyrir starfinu sínu og flugi. Gæði vinnu bæði sem direktor hjá Icelandair með 30 manns beint undir sér og líka atvinnuflugmaður hjá Iceair. Hann á mjög stóran þátti því að Iceair mun koma út í bullandi hagnaði árið 2023. Já, mér líst vel á það. Og hann að fara að taka allan hennar hagnað og þrum honum í nokkra Yuzu-borgara. Já, ekki spurning, máltíð fyrir 2 á Yuzu. Og við hvetjum fólk til að fara inn á Deep Into Pingjan Facebook-hópin okkar og þar efst pinnað form þar sem þið getur sett inn launþegi vikunar. Þetta nafnlaust sá sem sendir inn en við samþykjum engan óþverra. Og þið þekkið þetta, ef þið eru á okkar kynslóð þá þurfum við að smakka hamborgarstað okkar kynslóðar. Algjörlega, burger, eða máltíð fyrir 2 á Yuzu í boði og ég hræddur að Matthías sé að fara sólgrænum í sig. Hann með 30 manns, hann takk ekki bara að kaupi 30 Yuzu-borgara. Já, svo það Matti, það pressa á þér. Herðu, ég Suma starfsmenni fá franskar, eins og börnir að sita. En herðu, það var svo sem nóg annað að gerast líka í vikunni og það var nú ein alveg gjörsamlega sláandi frétt sem ég bara hreinlega nú verði að láta gamminn geisa hérna. Og titillinn svo hljóðandi. Meiri hluti ungs fólks vill borgaralaun. Já. Ertu ekki búin að sjá þetta? Nei. Þetta kemur inn á RÚV í fyrradag. Já, lestu það? Ég sá þetta á Facebook. Það er líklega ástæðan fyrir ég hef ekki séð þetta. Okay. Ég sá þetta á Facebook sko. Hér sagt, meiri hluti fólks undir 30 ára fylgjandi hugmyndinni borgaralaun á Íslandi. Já. Sé á heildina litið svipa margir sem hallast að hugmyndinni og gera það ekki. Svo kemur 2 af hverjum 5 eða slett 40% af þeim sem taka afstöðu fylgjandi því að borgaralaun lágmarks framfærsla á ríkissjóði til allra landsmanna óháð launum eða eignum verði tekin upp á Íslandi. Þú veist, sko, hvað að gerast hérna? Ég veit ekki. Ætla fólk bara að hangi PlayStation allan daginn eða hver pælingi með þessu? Það þarf vel að rifja þetta upp, sko. Þetta alltaf skýtur upp kollinu reglulega, þessi umræða. Og Finnar reyndu þetta og einhver fleiri. Mér minnir þetta á alltaf floppa. Já, er mann að misminna eða? Þetta hefur verið reynt í svona minni samfélögum, skilur. Aldrei þvert á landsvísu, sko. Held ég. En þetta að koma fram í nýjum þjóðapúlsi Gallup og það 1700 manns að taka þátt. Það ekki eins og þetta sé eitthvað 50 manna úrtak, sko. Já. Og sko, það skemmtilegt hvernig þessu skipt upp. Þau skipta þessu eftir sko flokkum sem þau kjósa og
aldri og fleiri svona og tekjuleveli. Býtu hvernig flokkar, hvað við? Nei, bara hvaða flokka þau kjósa. Já, bara svona demografíur, líðfræðilega breytur. Einmitt, sko. Okay. Og þú veist, ef þetta á fram að, þú veist, ef þetta á að gerast, þá er ég nú ansið hræddur að það kemur fyrst þá alveg einhvers konar þunglyndisbylgja. Já. Ég sé þetta mögulega virka í fjarlægri framtíð eftir 100 ár þegar gervigreindin er farin að bara sópa til sín öllum störfum ef hún mun gera það, sem ég samt efa. En það er sko sjokkerandi að sjá að við ættum að byrja með svona anti-gervigreind tips. Bara ef þú ert ungur að hlusta, hræddu við gervigreind, að þá mælum við með einu starfi í viku sem að verður ekki fyrir gervigreind. Ég ætla að koma með fyrsta. Klippari. Já. Ég held ég muni kunna meta klippara þá til ég verð 70. Já. Það er enginn að fara að replacea góðan klippara. Nei, ég verð líklega, ég mun missa hárið áður. Það er náttúrulega að byrja að þinnast hjá mér, þannig að ég spara með það. Já. Þú ert með þykkt og gott, sko. Þú verður alveg flottur, sko. Veistu hvað, allir klipparar og klippikonur hafa sagt um mig, bara allaveg. Þú ert með hárið svo hest. Já, ef þú safnar því. Já, svo þetta, púffast út og svona. Út, einmitt, sko. Ef ég safna hári í 4 mánuði, þá veist ekki munin á mér og Paul McCartney. Paul McCartney? Já, eða öllum þessum bítlum. Hárið á mig bara vex í einhverja kúlu. Okay. En herru, aðeins er könnun aftur, sko. Þetta er ákveðið áhyggjuefni að 59% fólks undir 30 ára studdu þetta. Já. Er ekki bara meðalgreinda rapa á Íslandi? Ég veit það nú ekki alveg, en það sem kemur hins vegar mjög lítið óvart, það er að 73% þeirra sem að kjósa Pírata, þau vilja borgaralaun. Píratan svolítið komið með þessa umræðu til landsins, manni, þegar þau eru að byrja. En ok, halda áfram, sorry. Sko, þú veist, þá er pælingin bara að detti í latt og fá sér snakk og vóiti og fæturnar upp í loftið, skilur, ég sé ekki alveg hvað, þú veist, já. Ef fólk heldur að þetta sé eitthvað betra fyrir andlega líðan eða eitthvað þannig, þá held ég að sé kjaftaði, sko. Ég er ekki sérfræðingur í sálfræði eða geðlækningum. En svo er auðvitað sósíalistaflokkurinn ekki langt á eftir, þar voru 68% lind. 68%? Og svo 22% alveg sama og það var ekki nema 10% af sósíalistaflokknum mótfallir. Þessu, sko. Þá veitum við hvað við aldrei að kjósa? Já, eða þú veist, sko, það er örugglega einhverjir sem að bara fræðifólk sem talar með þessu, sko, að svona sé hægt að búa til einhvern veginn bara jafnara samfélag og annað, sko. En ég held að þetta sé ekki heilla skref á þessum tímapunkti að fara, hvernig taka þetta. Ég vissi bara ekki með að maður að gera könnunum, ég held að vera löngu dautt, þessi hugmynd. Nei, þetta skýtur alltaf upp kollinum öðru hverju, sko. Og hvað áttu borgaralaun að vera há, var það sagt? 300.000, það var miðað við, þú veist, það var könnunin, sko. Já, en var ekki líka alltaf eitthvað í umræðinu með að, sko, að það eiga bara allir að fá borgaralaun. Þú fær bara 300 skall að tjekka, en á móti þá er engin önnur þjónusta frí lengur. Þannig að Jú, þú veist, það er náttúrulega það sem að mun detta niður væntanlega er ákveðin svona. Þannig að þú ferð í rauninni, ég mjög hefur, ef það væri svona meira ávísanakerfi, að þú getur farið að ráðstafa meira skattfinnuðinu í þína eigin málaflokka versus allt fyrir hítina. En þessi umræða er bara fugasi fyrir mér. Ég mun aldrei sjá þetta ganga og mér finnst það bara kjafta. Þetta eru fleiri útfærslur á þessu, sko, en bara í grunninn þá held ég að þetta sé bara sé ekki hvernig. Nei, en það er kannski annað. Í könnuninni var nákvæmlega útskýrt út af hvað þetta gengur. Er þetta bara Nei, það er ekki tekið fram, þú veist, það er bara þú átt bara að fá 300 skall á mánuði og þarft ekki að vinna. Geðveikt. Já, þetta er svona, og svo er þetta eftir tekjuflokkum líka. Þetta er náttúrulega því hærri tekjur sem fólk er með því lækkar meira hlutfalli sem er hlind, sko. Við þurfum að heyra í stéttarfélaginu okkar. Við hefum náttúrulega verið á yfirvinnu. Við erum hérna eftir klukkan 4. Já, það er alveg hárrétt, Erfitt. En allavega, það verður spennandi að fylgjast með þessu og ég bara, bara áhugavert að sjá hvert þetta leiðir, sko. Ég var stórlega um að þetta muni einhvern tímann verið í okkar líftíð. Það verður eitt af tvennu. Áfram spennandi. Eða áfram jafn heimskulegt að þetta skulle alltaf vera umræðinu og ekkert gerast með þetta. Það er bara eitt og tvennu og fólk þarf bara að gera upp í sig. Herðu, sko, við erum náttúrulega með verðbólgutipsin líka. Ég er svona með fleiri fréttir sem að manni langar svona tuði yfir. Það var nú eitt með yfirtökutilboður eigins í Eik. Já. Það var Brimgarðar. Þetta er familjan sem á Ölmu og Já, bara þetta veldi Mata heitir þetta. Og þetta er náttúrulega Brimgarðar er langsamlega stærsti eigandi í Eik. Já, og þau eru að leggast gegn yfirtökutilboðinu, þau vilja ekki sjá þetta. Sko, ég held að séu eitt stærsti hlutafinn í báðum og yrði stærsti einstaki hlutafinn í sameinuðu félagi.
En þetta fellur ákvæði 18, hef ég heyrt. Já, byrju, ákvæði 18, það snýrað barnasvæðin í Smáralind sem að bara ekki nógu gott. Og það ennþá sögur af fólki úr Kópavogi. Ég var ekki ákvæði 64 hérna fyrir í dag. Það var þetta 18. 18, heyrði ég. 18, og samningar standa og falla með þessu ákvæði að Smáralind þurfa að fara að rífa sig í gang. Og fjölskyldan mun ekki samþykkja þennan samning. Það verður áhugavert að fylgjast með þessu einnig, sko. Þetta voða heitt núna. Þetta ekki að spyrja Snorra eitthvað út í þetta? Já, kannski að spyrja hann út í bara svona hvað að valda þessu? Hvað að valda þessari samþjöppun allstaðar og það náttúrulega... Nei, bara þessi samrunni mun að fara áfram. Já, hið augljósa náttúrulega bara auðvitað efnahagsástandið og allt það en þú veist, eitthvað fleira sem liggur þarna baki? Ég veit ekki, skulum spyrja hann að því. Snorri Jakobsson kemur til okkar næsta þriðjudag. Nei, varstu ekki búin að lofa Snorra Björns? Nei, jú, svo kannski fáum við hann eitthvað. Hann reyndar, við reyndum að fá hann svaraði aldrei. Já, hann ekki komin til Info eða hvernig var þetta? Ég veit ekki. Nei, það þekki þetta ekki. Herðu, allavega, við erum með líka nú vil ég fá þig til að gasa þess. Já, ég var að hrútskýra eitthvað. Þú veist alveg hvað ég er að fara að nefna held ég. Hvalveiðarnar? Nú allt vitlaust það er bara, og ég skil þetta bara mjög vel, þetta bara... Mér finnst það bara sorglegt. Ég skil þetta, ég er að segja, ég skil rosalega vel þetta ósætti, eðlilega, þetta kemur degi fyrir, þetta fárulegt. Já, það stjórnsýslan sem í rauninni bara, það sem manni finnst svona mest að, eða bara súrast. Já, klálega. Ok, með að veiða hvali, það hægt að vera með á móti, það alls konar pólar í þessu en á sama tíma þá sé ég einhvern veginn bara skil ekki muninn á þessu og veiða fisk. Það oft blóðu barátta líka og ef þú að banna þetta, ætti þá ekki að banna veiða fisk. Það nefnilega eitt sem búið að rífa þá alltaf upp og slíta og henda þeim aftur úti og þú veist hvað. Ég nú reyndar að fara í 3 laxveiðar í sumar. Já, við skulum ekki fara að tala fyrir því að banna fiskveiðar. Nei, en það líka sem búið að benda á að hvalveiðarnar voru síðasta vígi. Þegar þetta fallið, hvað fer þetta liðið næst? Það fer að banna línuveiðar, tógveiðar, það fer í laxinn. Það gerir það sannlega síðast út af því að ríka og fræga fólki og pólitíkur sem vilja láta trýta sig í laxveiðinni. En þá eftir að fara hreindýraveiðina, gæsaveiðarnar, rjúpnaveiðina. Ekkert af þessu er með eitthvað betri dýra velferð heldur en hvalveiðar. Nei, hvað á sjávarútvegur mörg ára eftir bara? Þetta heldur svona áfram. Já, það næsta verður örugglega tógveiðar. Frekar en línuveiðar. Ef þetta lið ætlar að fara að knessetja sjávarútveginn, þá er ekki mikið eftir á þessu landi. Það er bara, þú veist. Nei, ég meina þá stökkum við bara borgarlaun. Það þarf enginn að vinna. Það verður enginn verðmæti til. Við förum bara borgarlaun. Ég veit ekki, Bjarni opnar bara budduna á Svandís og bara dælir á okkur peningum því að það er enginn að fara að búa til verðmæti. Við fáum bara peningum. Segðu unga fólkinu hvernig það virkar. Ekki bara búa til eitthvað lató-system hérna, eitthvað lató-peningakerfi. Nei, en á þess að fara að æsa sig eða hrútskýra eitthvað. Ég held að þetta sé sorglegast fyrir það fyrsta. Að ráðherra hafa þetta vald og svona lélega stjórnsýslu á bakvið ákvörðuna. Kristján Loftsson var ómyrkur í máli, kallaði Svandísi öfgafullan kommunista. Já, mér fannst það svolítið dragið land. Þetta er nú bara... Hvað segirðu? Bara létt og ekt. Já, meðan við kallinn. Já, líka bara meðan við hana og hennar störf. Já, einmitt. Svo líka hafa dregin upp fyrirskráin hjá henni. Hún hefur tapað nokkru málum í Hæstarétt sem ráðherra. Já. Hvernig endar hún alltaf sem ráðherra? Akkur eru við með bara afbrótamenn hérna? Afbrótamenn. Já, þú veist, ef þú tapar fyrir Hæstarétt eða eitthvað, ætti þá gengur og segja, heyrðu, þú kannski verður ekki ráðherra aftur, sökum fyrri ákvarðana sem að hafa tapast hérna. En við þurfum bara að sjá hvert það fer. Þetta er fyrst og fremst sorglegt, held ég. Já, og ég náttúrulega sjálfur persónulega bara þekki allan að 2 sem að urðu af tekjunum þarna. Annar þeirra var búinn að segja vinnu. Já. Svo veit ég eitt sem að var búinn að leið út húsnæði sitt í allt sumar. Já, svo detturinn liðið sem gerir ekki neitt og segir ég hafði 2% atvinnuleysi, það er ekki bara strax á vinnumarkað. Þeir eru með himinhá meðalaun þarna, þú veist að verða massíum tekjum og hvað er þá bara að henda sér inn á næsta leikskóla og þeir voru að fara að flensa hval. Þeir ekki að sama og segja starf komið fyrir starf þarna og þetta sama lið með masterskráðuna sína sem gengur ekki hvaða starf sem er og fer frekar á bætur. Í 2% atvinnuleysi. Það komið smá blástur í hval og ég elska það. Þetta er hrútskýri hvalveiðar. Já. Herðu, svona síðasta stjórnsýsla og vonandi verður hún ekki ráðherra mikið lengur. Herðu, áður en að síðustu fréttinni kemur, þá viljum við að sjálfsögðu benda á Dokkobit að það hefur sjaldan verið skemmtilegri núna að skrifa undir. Já. Og meira að segja að Dokkobit gerir undirskrift skilnaðarpapirina. Það gerir það upplifun. Já. Það er bara... Þú ert að fá tölvupóst frá Dokkobit. Addinn er að biðja skilnað.
það hann? Já, segjum það bara. Já, nei, frúin að biðja skilnað og ég fæ skilnaðarpappirinn að senda. Já, ég held að fólk held bara... Ég held að þetta væri bara upplifun, sjá bara hvernig þetta system virkar, þetta svo skilvirt að þú bara... Já, ég fíla þetta, ég held að þetta sé gott. Gerið þið svolítið úr skilnaðanum. Klálega, en heyri, án allskrins, Dokkubit, þetta náttúrulega... Kauptilboð, kaupsamningar. Að koma mannkynnu á hraðri leiðin í framtíðina. Með útrýmingu pappirs og undirrita rafrænt. Já. Farið inn á dokkubit.is, skráðu ykkur þar strax í dag. Það ekki betri tímasetning en akkurat núna til að koma sér þangað inn. Herðu, sömuleiðis nei, við komum inn á það eftir. Ég ætla að koma inn á það eftir því ég tengi hérna. Við ætlum að fara inn á hérna... Ef ekki slá á léttari nætur? Jú, við ætlum að fara, ég ætla aðeins yfir síðustu fréttina. Segir maður nótur eða nætur? Ef ekki að taka léttari nætur? Það ný frasi. Nótur? Já. Slá á léttari nætur? Já, við getum gert það. Já. Reynda að munna það þá. Já. Mér varst eitt áhugavert, bara rétt aðeins að skjóta inn á þetta. Að það verið að saka Amazon að vera með bellibröð. Þú pikkar upp ég sá fyrirsögnina, þetta alltaf að gerast. Ég sagði, ég nenni ekki að lesa það. Allir opnar allt svona. Já, ég renni þetta. Svart og hvít. Já, mér finnst það út af því að ég tengdi svo við þetta, sko, því að ég sjálfur... Hrútskýrði þetta fyrir mér? Já. Gaslýstu herbergið? Já, sko, málið að... Hvað þýðir aftur að gaslýsa? Já, Amazon, ég gaslýsti náttúrulega hagfræðinga í síðan. Sko... að með Amazon Prime alveg. Að þetta orðið bara svona eitthvað vandamál og ég man eftir þessu sjálfur. Ég keypti einhver svona áskrift, ætlaði bara að vera með í mánuð til að horfa á Lord of the Rings, horfa á fyrsta þáttinn og ömulugur, hann ég hætti og ég langar ekki að horfa það. Þannig ég ætlaði bara að segja upp áskriftinni og ég bara fann ekki hvernig ég ætti að gera það. Já, þetta er þannig. Þannig að ég tengdi svo við þetta og ég vissi leið og ég sjá fyrirsögnuna bara, ok, já, þetta er sama og ég lendi. Ég þurfti að fara inn á YouTube, skrifa bara how to cancel subscription og fann það þannig í gegn, sko. Þannig að nú verið að saka þau að vera að beita þessum bellibröðum og svo kemur þarna Heather Lehman, talskona Amazon, hún segir að ásakanir séu rangar, heldur þvert á móti að viðskiptavinir elskuðu Prime og það væri bæði skýrt og einfalt að skrá sig í og úr áskrift. En hvernig sprettur þetta upp? Var bara einhver fjöldamótmæli eða var einhver frægur sem bent á þetta? Það var nóga tutorial, sko, bara hljópa á milljónum áhorfin á YouTube á þessu. Er það þess vegna sem fréttin er skrifuð? Ég veit ekki, það er bara einhver hópur reiður þarna. Þetta er í rauninni allríkis viðskiptastofnun Bandaríkjanna sem að stefna Amazon. Fyrir að blekkja viðskiptavinir sína til þess að skrá sig. Já, fyrst og fremst þau eru að skrá, sko, þau bæta alltaf við svona inn í pakkan að þú ert að kaupa eitthvað inn á Amazon. Já. Eitthvað hvort þú viljið Prime eða eitthvað. Og fólk að kaupa þetta, þú veist, óaðvitandi. Já. Og fyrst og fremst það, og svo líka kenndu uppsagnaferli við langdregið umsátur tróju. Þá þetta orðið eitthvað innanhússkrín, innan Amazon, að kalla þetta... Svona trójuhest. Já, innanhús var uppsagnaferlið kallað Illjónskviða. Forngrísku ljóði langt umsátur tróju. Já. Þannig að þau gantast með þetta. Já, þau gantast með þetta innanhús, en þetta er áhugavert að sjá og það eru greinilega fleiri í sömu vandræðum og ég var. Hefurðu lent í þessu á Íslandi eða? Með áskriftar svona. Nei. Ég held þetta væri orðið svo strangt, sko. Og tæknin bara þannig að þetta er yfirleitt ekkert mál, sko. Mér minnir samt eins og ég hafi lent í einhverju vesinni á Íslandi. Ekkert verið að skúpa því hérna. Allan ekki á keldunni. Nei. Gæti ekki verið einfaldara. Nei, samanlega því. Ekki það að maður þurfa að segja upp áskrift þar. Nei, ég segi það, sko. Heyrðu? Já, ertu með, Tökum kónginn. Með svakalega milljónum her. Eigum við ekki að byrja á YouTube-inu, eða? Varstu ekki með þetta ready? Jú, 1.57. Ég er með þetta hérna. Ég er með mannin, sko, og þetta er í boði allra umræðum áfengi. Já. Ég ákvað að taka þennan meistara. Ok. Herru, þá ætla ég að lækka hérna í... Ég reyndi að verða að skúpa því að ég var að detta inn á póstlista sem sendur út daglega sem bara að segja sögur af svona mönnum. Þannig að líf mitt í þessum þætti var að verða svo einfalt út af því að þetta eru einu sögurna... Færður gervigreindinni yfir þetta? Já, þetta eru einu sögurna sem ég vill líka lesa og þá dettum við á þennan mann. Þú nennir ekki að lesa þessar fréttir. Dettum á þennan mann. Hörru, maður sjá. Nei, ég les heila bara póstlista. So who is this man? This man that even Donald Trump looks up to.
þá byrjar þetta 1.57, það er 1.37 Nei, 57, sorry Já, ok, en þá byrjar hann að Já, það er það sem þú veist En þetta satt gott, þetta maður sem Ok, tökum bara allt Fólk fíla Hlusti á það Þetta 1 mínúta So who is this man? This man that even Donald Trump looks up to. Sidney Frank is a liquor baron and promotional genius who single-handedly turned Jägermeister into one of the best-selling imported liquors in the United States. But his biggest idea didn't come until much later in life, in the form of the recently credited best-tasting vodka in the world. The story is I was 75 years old when I thought of Grey Goose. And in 7 years, I created it, marketed it, and sold it to Bacardi for $2 billion. That kind of money. Þið verðið líka að horfa á myndbandið sko. Hann bara við dauðan stýrkallinn hérna þegar hann varð helviti gamall þegar hann varð a billionaire. Sko, googliði Who is Sidney Frank? Þetta er hérna golfstöðin, The Golf Channel. Hann er væntanlega ekki á meðal voru í dag. Nei, hann dó 2006. Og hann var þekktur fyrir það að vera alltaf brosandi með ógeðslega langa vindla. Já. Ef þú skoða myndirnar á hann með að googla Sidney Frank, þetta er bara, það er léttur addi í honum, sko. Já, segjum það. Ok, sko, tökum okkar mann, hann er alinu upp í sára fátækt. 1990, fættur, og ég tek svona hraðspóla á þessu, bara upp á póstlistanum sem ég las. Og þú veist, svona til að undirstrika fátæktina þá tekið fram að hann þurfti að hætta í Brown í háskóla því hann átti ekki efni á skólagjöldunum og var ekki með financial backing frá fjölskyldunni eða neinum bara, þú veist, hann hætti í háskóla Það er heldur sjálft séð hérna á Íslandi þessi námslánin bara verða betri og betri og sem er svo sem gott, við viljum mennta okkur Sko, okkar maður, þótt hann hafi kannski verið óheppinn í spilum, hann var heppinn í ástum eins og sumir Var það fyrir áður en hann var ríkur eða? Já, þetta er alltaf áður en hann er ríkur Giftist stelpuða nafni Louise sem er ekki frásögu færandi nema pappi hennar var founder og aðalsefinn í brugghúsi sem hafi verið stofnað sem hétt Shenley Distilleries og hann byrjaði bara að vinna fyrir fjölskyldubusinessin út af því að hann var ekki í skóla eða með neitt að gera Það endar ekki betur en svo að hann fer í hörku rifrildi við tengdafæða sinn og er hent út úr fyrirtækinu Anskotin Sidney og ég ætla bara að henda í kvótið hans núna Það er auðveldar að giftast inn í $1 million heldur en að vinna fyrir þeim og það er gott húsráð Já, það er sem sagt strákar að þið sjáu fram á að þið muni ekki ná að þéna kannski 100 milljónir byrjiði bara að leita ríkum tengdapöpum og það gæti verið auðveldara samkvæmt Sidney Frank, svona svo þetta sé þýtt Sko, þegar hann er rekinn þá hefur hann 2 kosti eins og svo oft í þessu lífi Það er að sleikja upp tengdó og komast aftur inn í reksturinn læra sína leksju og byrja bara eigin alkohol base Ok, hann hefur væntanlega farið seti leiðina þetta Já, okkar maður ákvað að taka sama á sumir þegar hætta með maka, það var revenge body á þetta Þetta var bara revenge Sko, árið 1973 í leita hugljómun til að vita hvað hann ætti að gera Hann var ákveðin í að fara í áfengisbusinessin Þá var hann að labba New York að næturlagi Svolítið eins og Addin, hérna á 17. júní sína frúna og sjáuði mig og prángarum eina flösku á biffanum og hoppið heim Heyrðu, hann kemur auga á þýska innflytjendur að drekka drikk Viltu giska á þann drikk? Kom náttúrulega fram í helvits Bacardi? Nei, Jägermeister Já, Jägerinn maður Já, 1973, þýskir innflytjendur Á þessum tíma var Jägerinn í raun og veru bara hóstasaft Þjóðverjar notuðu það sem svona milda mikstúru fyrir magan og hóst, eða bara svona Það er náttúrulega bragðast bara svipað einhvern veginn Já, þetta er svona veiðidrykkur Vilt hafa hann vel kaldan En detti Jägerinn svona sko, inn á milli Ég er að tala um lagsveiði, þú ert væntanlega í annar veiði Þeir dagar eru taldir Já, reyndar Nú fyrir þeim bröndurum að þeir eru hverjanda kveili Þeir að þinnast Sko, þeir eru þarna södra Jägerinn eða hendi í sig skotum Frank okkar, Sidney, sér eitthvað einstakt ákveður að sækjast eftir umbúðinu fyrir Jägermeister í Bandaríkjunum og þetta er 1973 svo tökum við svona smá skip hann sótti eitthvað annað vörumerki líka sem sló í gegn árið 1980 í Louisiana þá byrja ákveðin hlutir að gerast því að það var einhver sem ákveða að gefa vörunni review þar sem hann sagði að það væri Aphrodisiac Já, veistu hvað það er? Nei Það er þegar eitthvað er kynörvandi eða einhver kynkvöt
og hann vissi, eða Kynorku, og hann vissi að þetta var út í bláinn. Okkar maður ákveður hins vegar að taka þetta review og fjölfalda það og dreifa á alla bari bæjarins sem gerir það að verkum Kynlíf selur alltaf, það bara sem að gera það að verkum að einhverjir hérna Louisiana Addar á barnum sjá hérna, jagerinn, einhver Kynorku sjá sér gott í glóðarinnar og geði mér eitt hérna skot, allavega, þetta er 1 af 3 Númer 2, hann fór að ráða konur helgar og kallaði þær jagerettes sem er svona versta martröð hvers faðirs því að þær voru klæddar sem sexy hjúkur og læknar og genga á milli genga með hóstasaftið á milli og voru að spreyja upp í kallmenn Númer 3 hann bjóð til svona aðferð til þess að þetta heitir cold tap machine ég held þetta sé á Íslandi þar sem að jagermasturinn, það passaði hann sé alltaf keldur ekkert endilega sér kæli heldur var hann bara einhvern veginn alltaf við ákveðið hitastig sem gerði það verkum að hann var alltaf ískaldur á hverjum einasta bar og það hafði verið svona stærsti ókosti eða gagnrýnin fram að þessu var að fólki fannst hann vondur volgur en þegar þú komið kaldan jager þá ert að spila aðra rullu sko, raðspólum hérna segir að fyrsta árið hans seldi hann 500 kassa 2016 þá var hann búinn að selja 7 miljón 2016? 2006 segir þá var hann að selja 7 miljón kassa á ári í Bandaríkjunum og þetta var einhver 14.000 í 7 miljón og þetta voru svona þessi 3 hérna, sexy tricks hans lögðu svona grunna þessu sko, hér er sagan bara hálfnuð því að núna er hann bara í jagermálunum sko hér halda flestir það var ekki auðæfin eins og kom fram hann sko, hér halda flestir að Frank Sjóðan er ríkur og sattur 70 kall ríkur en ekki sattur nei, því að hann ákveður að fara í business þeir eru búin að selja jager í öll þessi ár í hvaða business ferðu? Vodka hann ákveður að fara í vodka á þessum tíma þá var absolutt eina svona premium flaskan seld í Bandaríkjunum og hún kostaði $17 segir hérna hann kallar til sína helstu svona ráðgjafa og marka CNI og segir þið eru á leiðin til Frakklands þið eru að fara að koma tilbaka með besta vodka sem við öll er á og af hverju Frakklands segja sumir þeir voru ekki tekt fyrir vodka eða annað hún fannst það bara hljóma fancy le français þau búa til vöru frá grunni sem var brugguð í Frakklandi og heitir Grey Goose hann réð fræga listamenn til þess að hanna flöskuna og pakningarnar og gerði þetta svolítið svona high-end svo eru hérna 6 hluti sem hann gerði sem að leti þetta svolítið standa út hann værðlaði þetta 2 sinnum dýrar en absolutt og þetta átt að vera meira premium algjörlega, og það virkar, skilur fyrir einhverja braskara er þetta ekki það sem við köllum giffen vara? Jó, líka fyrir einhverja braskara sem alltaf kom með premiumuru horfðu hvað er dýrast, farðu dýrar fyrsta árið, eittan öllum hagnaði fylgir sögunni hérna sem voru $3 miljón í auglýsingar í high-end partíum eins og eftirpartíum í Hollywood og þá ég ekki við eitthvað hérna 3-4 í heimahúsi í Hollywood ég held þetta sé meira þegar Óskarinn er búinn þá er alltaf svona sponsored eftirpartí það er líka lið með cash sko. Pakningarnar voru í við þannig að þetta var svona eins og fínt vín sem fólk tengdi við og hann útskýrði að vodka væri eimað eða filterað í gegnum kampavín sítrónustein úr frönsku lindavatni og það veit enginn hvort það var rétt eða ekki það hafi haldið vatni akkurat og svo auglýsti hann að þetta væri fyrsta vodka frá Frakklandi en ekki Dirty Old Russia sem að vakti vist mikla lukku líka og eins og hann sagði myndbandinu á 7 árum þá var Bacardi búið að kaupa hann út á 2 miljard bandaríkjadollara þá á þessum tíma sem að hann ákveður, heyrðu, best að gerast pínus niður hann ræður fjármála ráðgjafa til að kenna sér að eyða peningum sem endar á því að hann er með 4 kokka í fullri vinnu engaflugvél og það bil 20 manns í svona entourage því líka ráðgjöf hann elskaði golf en var hann það gamall að hann gæti ekki sjálfur spilað frúin var farin að slá lengur en hann þá sagði hann að það veri komið tími til að hætta þannig að hann réði 4 atvinnugólmenn sem voru í vinnu við það dagstaglega að spila á mismöndu völlum í Bandaríkjunum og hann var bara í bílnum að fylgjast með þeim og reykja vindil og drekka Hvernig með konans, Louise hún dó þannig að hann var ekkert að yngja upp eitthvað eins og ég var með þetta hérna sko karriér First Wife, Louise hún dó 73 sama ára og hann stofnaði hitt fyrirtækið og hann var komið með aðra 1975 svo er eitthvað hérna fleira fólk það er svona hljómar sem glömgósi sko algjör, googleðan, Sydney svo þegar hann deyr árið 2006 þá var hann að vinna 9 írsku viski og orkudrykk og
og mottoið hans var Stay busy or die. Já, þetta eru góð orð. Þetta myndi ekki falla vel í kramið hjá fylgjendum borgaralaunina, þessi orð. Spurningin svona, hver er svona Sidney Frank okkar Íslendinga? Var ekki Geir og Goldfinger bara... Er það? Nei, einhver svona sem er að vasast. Hann var í aðeins meira dirty bransa. Ég var að hugsa hvort það væri þarna nokko-fólki. Þú veist eins og Jagrinn, fær nokkoinn. Já, við skulum ekki fara að líka þeim við þetta en, þú veist, einhver svona, þau eru kannski ekki jafn mikli glaumgósar. Þetta er svona, hvað segir maður, svona Sputnik-saga, skilur þú veist, þetta er Þetta er ekki maður svo Buffet sem er bara í blöðunum hverju viku. Sko, þetta er alveg skemmtilegt. Hvern myndir þú henda? Við þurfum að fá þau frá Kór. Buffet? Nei, frá Kór, að ræða Nokko, upprisu Nokko, við þurfum að fá þau. Það væri svaka, þátturinn sló í gegn. Já, við getum orðað þannig að það er í vinslu. Já, en svona öllu kannu slepptu, þá var það nú að sjálfsögðu bara í boði vettvangs. Því að það er nú... Ég ætla að hafa verðbólgutipsi í boði vettvangs. Nei, það er Netflip í okkar mönnum í vettvang. Og þeir eru með sama CV og Sidney Frank. Allt segir snert að verða gulli. Allt segir drekka eru gulli. Verðlaunaskápurinn alveg tróðfullur og það er náttúrulega bara merki gæði. Vafar verðlaunin 5 ára röð fyrir þetta fyrirtæki. Framrúðu byggarinn, svo kallaði. Já. Þannig að þú sér það. Tóttu með innesöguna. Já, það var eitt sem að mér langaði. Segðu mér innesöguna. Að, sko, ef það farið inn á vettvangur, .is. Já. Þá er talað sko, ég vil líka hafa smá verðbólgutips inn í þessu, sko. Já, fletta þetta saman. Já, fletta þetta dálítið saman, sko. Veldisvöxtur í vefverslun Innes. Já. Og þar er ég með graf, í rauninni, sko, tekur vettvangur við vefversluninni hjá þeim eða tekur við í rauninni bara, hvað segir maður? Sölusíðunni. Þróar það með þeim, skiluru. Já. Og það er bara svakaleg upprisa frá 2018 til 2022. Ég hef aldrei séð svona. Nú er bara þetta er komið 50% vöxtur vefverslunar hjá Innes frá 2018 til 2022. Þannig að verðbólgutipsi mitt er í þessu bara svona úthýstu þessu. Já. Og þú græðir svo miklu meira á því á endanum, sko. Í staðinn fyrir að vera alla tíð að vera að reyna betur bæta eitthvað sem að þú getur tekið einum hönnunarsprettt, sko. Þetta er líka aðeins í takt við þessa sögu sem ég var að byrja að segja daginn þegar ég hitti félagið minn á kaffihúsinu. Hann er vinnið á Hildarslun, hann er að skrifa uppsagnarbréfið því að hann er komið nóg að því að vera að fá pantanir í tölvupósti. Ég sagði hann, en vettvangur og Innes listu þetta. Heyrðu bara í vettvangi og þið fáið bara eigið kerfi þannig að það sé hægt að panta hjá okkur. Og hann er ennþá í vinnu í dag. Hann sagði það ekki upp, hann heyrði í vettvangi eins og allir aðrir heildsalar sem vilja einfalda sér lífið. Og það er kannski rétt að minnast að þetta er vefverslun á fyrirtækjasviði Innes. Já, þetta er B2B. En þetta hefur vaxið gríðarlega hratt eftir þessa þróun á vefverslunni hjá þeim. Auður með einu er ekkert að lokka sig þarna inn og kaupa hvítlögg. Þetta er fyrir fyrirtæki. En við hvetjum ykkur til að kíkja inn á vettvangur.is og stafræn umbreyting fyrir atvinnulífið. Nákvæmlega. Kynni ykkur hvað þau hafa búið að bjóða. Hvað er með verðbólgutips? Herðu, verðbólgutipsið. Hrútskýrið nú eitthvað fyrir okkur. Sko, ég er með í rauninni 5. Ég var að bæta við 5. bara rétt fyrir þátt. Já, þannig að það er bara komin alveg gaslýsing á svæði. Já, það er orðin gaslýsing þá er það bara þannig. Herðu, sko, það eru fá verðbólgutips betri heldur en bara verðtryggður reikningur. Já, sammála því. Það eru náttúrulega allir bankarnir byrjar að bjóða upp á þetta, bundið, lágmark 3 mánuði. Þetta náttúrulega tryggir auðvitað jákvæða raun ávöxtun. Sko þegar þú segir lágmark 3 mánuði, það er bindingin, ekki? Jó, bindingin. Og sko, þú veist, þetta er náttúrulega bara pjúra verðbólgutips vegna þess að peningur bara heldur verðgildi sínu pluss einhverjir 0, þú veist, það er ekki háir vextir á sig 0,1 til 2 held ég. En þetta tryggir jákvæða raun ávöxtun. Eða svona, svo er náttúrulega sko verðbæturnar eru auðvitað skallaðar en það eru vextir á óverðtryggðum innlánum líka. Þannig að en hér ertu í rauninni að halda einhvers konar raungildi á peningunum. Þannig að þú veist, verðtryggður reikningarnir kíkja á það ef þið viljið svona, þú veist, þetta er svona áhættulaus pæling sko. Verðbætur er svo gott orðað á þetta að það færi eiginlega alla til að skilja þetta ekki. Já, það er alltaf markmiðið. Já. We don't want them to know, sko. Já. Bara fólk heyri verðbætur og bara, hvað áttu við? Já, býtu bætur fyrir hvað? Já. En herru, svo er að býtu þá búið að lofa með borgaralaunum, er ég núna að fá verðbætur? Hvað, verðbólgutips nummer 2. Erum við ekki að sláta allir verðmætasköpun og fá borgaralaun og verðbætur? Er ekki allt í góðu? Jó, ég sé það. Já, hlutskýrðu þetta.
Númer 2, gerðu sparnaðina leik, sko, þetta svona, dálítið svona gamify pælingin, sko, þú veist, settu markmiðin, skilur, áskoranir, þetta hefur gefið góð fyrirheit hjá fólki sem hefur farið út í þennan pakka. Já, kottu með eitthvað góðan leik. Nei, bara þú veist að vera með í fyrst og fremst bara bókhaldi fyrir fram að þig, bara í einhvers konar skjali. Þú veist, sjá hvað þú ert að eyða og hvað þú ert að fá inn og annað og bara svona setja þig markmið og þá verður þetta svona miklu áþreifanlegra, sýnilegra. Þá geti fólk átt auðveldara með að spara, þannig að þetta ekkert nema bara pjúra verðbólgutips það. Styttist þetta með, ég ger þetta alltaf 2 ári. Já. Og ferðu þá yfir bara hálfsársfærslunar eða? Sko, ég hef ekki verið með eitthvað gamification. Ég aðalega tek bara 31.12. Árstöðuna og svo alltaf 30.7. Uppfæri bara allt, hlutabréf, eignir, bíl, húsnæði, jari. Og svo reynir maður að áætla einhverja eignadreifingu, hvort maður það kemur mann á óvart, þú veist, maður heldur að maður sé einhver fjárfestur hérna með einhverja tíkalla í meta og búttbarn og einhverju. Svo þetta bara, fasteignin 95% networth eins og hjá örugglega flestum. Já, þeir eru allir á botni kvólt. En enga síður, þú veist, ráðið þetta, hafðu allavega Excel-skjal utan um fjármálin, annars veist ekkert haltu utan um þetta, sko, það ekki spurning. Verðbólgutips númer 3, keiftu inn í magni, sko, hér skiptir auðvitað skipulega miklu máli. Planið langt fram í tíman og þú getur, hvernig bara matseðil næstu viku og jari mun lít út, skilur. Já, mjög erfitt með þetta. Já, fólk á rosalega erfitt með þetta, en þarna eru þetta líka bara ágætis tipp inn í þetta, bara eldum rétt, 1, 2 og elda. Þú veist, þetta í rauninni briljant laust vegna þess að þarna ertu í rauninni ekki hendan einu. Hvað segirðu? Costco? Já, þú veist, ef þú vilt fara þá leið að gera þetta sjálfur, fara þá og keiftu inn í magni. Þú veist, og þá verður helst að vera með skipulag bara svona næstu 5-10 kvöldmáltíðir og kaupa bara svona cirka í hlutföllum við það, sko. Þetta er gott sparnaða. Verðbólgutips, fyrirgefið. Herðu, númer 4. Þetta verið braskarana. Átt geymsluða bílastæði sem þú ert ekki að nota. Leigðu út. Hjartalega samanlega þessu. Það fín leiga á bílskúrum. Fólk áttu sig ekki á því. Já, og sko líka geymslur, fólk með svo mikið af drasli í geymslu sem það mun aldrei nota. Og það eru sumir sem að nota einmitt geymslur bara fyrir dót sem þau mun aldrei nota. Að hendi þessu á haugana eða selji þetta, skilur, og leiðu út geymsluna. Það nú bara eitt fyrsti reikningur sem ég vildi taka fyrir var geymslur. Ég bara alltaf búin að gleyma þessu. Já, við höfum náttúrulega alveg, við höfum rætt það nú áður. Þetta er bara uppáhalds business model mitt. Þetta og löður. Þetta er svo gott skuldabrif, sko. En herðu, sko, já, ég eiginlega með 6. Ok, 5. verðbólgutips, fara á gefins allt gefins. Og fá eitthvað gefins þar og framselja það svo. Já, inn á beintin að blanda. Eða bargaina díl bara í gegnum sölusíður á Facebook og endur selja á hærra verði. Þetta er svona dálítið bílskúrssölur nútíman, sko. Þú veist, þetta er náttúrulega tíðkast ennþá í Bandaríkjunum að vera svona bílskúrssölur. Þú sér þetta ekki á Íslandi lengur. Nei. Ef þú hefur einhvern tímann séð það. Allavega einhver mæli í dag, sko. Þannig að, þú veist, í dag þá eru braskarandir á Facebook síðunum og þau eru að brókera, skilur. Þú manst náttúrulega hvaða mynd byrjaði á þessu. Hvaða mynd? Já, byrjaði á þessu elementi. Nei. Toy Story. Það var garage sale og þau stálu bósa. Var það bara það? Nei, stálu vita. Já, emitt. Var það þar sem þetta byrjaði? Svona garage sale. Já, þú veist, nei, ég var að segja að, þú veist, svo mynd byrjaði þannig. Já. Svolítið iconic dæmi, skilur, fólki skilaði ekki. Emitt. Algjörlega. Kíkja á Toy Story 1. Já. En sko, ég held samt líka öllu kannu slepptu að þú veist, fólk ætti rauninni að taka sér saman í einhverju hverfi og vera bara með svona helgi þar sem að þið bara allir með bílskúrsölu. Það verður bara stemming, góðu veðri og... Gary V hefur náttúrulega verið að stunda þetta ef þú hefur séð eitthvað á honum. Já, en hann líka að fara í svona storage, bara eins og geymslur. Það sem bara að vera uppbóð á hlutum út í það ekki búið að borga eða... Það líka. Já, sem held ég ekki alveg komið til Íslands. Nei, þú veist, það náttúrulega til. Það bara til nauðungar útsölur, eða svona, hvað heitir þetta, nauðungarsölur bara á húsnæði. Já. Þú veist, en... Verðbólgutips númer 7, vakta nauðungar uppbóðin og bjóða húsi og hana fólki. Ég alls ekki að mæla með því. En það bara vissulega, þú veist, það í gangi á Íslandi. Það bara staðan. En herruðu, síðasta... Og ég veit eiginlega ekki á maður að henda þessu fram með það. Síðasta verðbólgutipsið frá mér að bara hreinlega framgefa útskriftargjafir. Já. Ég gerði þetta þegar ég held nú Býtu, þú fær gjöf gefins. Ég held útskrift 2020 og ég fekk svo mikið af einhverju kampavínu og flöskum og eitthvað sem ég drakk aldrei. Já. Bara gefa það áfram í næstu útskriftir. Helvítastu segur.
Ég var náttúrulega búin að... Ég gera það ekki núna, en þú veist, ég áheldur ekkert af þessu lagar, en ég held þetta útskrift 2018 og 2020 og margir kringum hann að útskrifast og svona. Ég framseldi þetta bara, eða svona framgaf þetta. Já, ég held þú væri að koma með, sko, það kannski aðeins meira dörti ef þú farið einhvern svona persónulega gjöf. Já, nei, ekki þannig, sko, að þú farið kannski gjafabréf einhvert og þú sérði ekki fram á að geta nota þetta. Já, ég held að þetta sé bara fínt ráð, gott ráð. Flöskurnar, það náttúrulega mjög vinsælt að gefa flöskur, það kannski út af því að þetta bara bara grasserandi þarna undir niðri á þess að við vitum. Kannski var ég að fá allar þessar flöskur bara frá einhverjum öðrum og... Já, það væri gaman að setja eitthvað hérna... Að ég sé bara með einhverja 10 ára gamla flösku að gefa. Það væri gaman að prófa að setja ætak á einu svona flösku, sjá hvað hún ferðast. Já, en þetta mjög gott sérstaklega ef þú ert að útskrifast sjálfur eða sjálf og margir í kringu þér að útskrifast þá þetta bara, þú veist. Þetta líka aðeins heilnæmara heldur en fermingagjafatippsi sem þú komst með. Það sem að þú mætir og segir, svo ferðu bara 10.000 skall, ég legg hann bara inn á þig. Það er enda þú sem komst við það. Það var svolítið dörti. Það var þetta frábært, sko. Já. En herðu, þar með verðbólgutips lokið hjá mér og þar alveg held ég bara þættinu líka. Við erum komin við 50 mínútur, þetta nú svona, við erum nú alltaf á að vera með þetta hálftíma til 40 mínúna þætti, en... Ég vil hafa þetta 20. Já, 18. Já, svo hrútskýru við svo mikið og... Herðu, ég held að við þökkum þá bara kærlega fyrir í dag, verðum með ykkur aftur, við verðum með ykkur á þriðjudaginn með Snorra Jakobssyni. Já. Djúsins line-up að fólki að mæti við þetta. Já, það er fagmaður í hverju rúmi. Og líka, heyrðu, annað, við erum nú búin að handvelja sjálfur þá sem við viljum tala við og fyrir foundera og eitthvað. Sendið á okkur ef þið vitum einhvern skemmtilegan sem vil koma í viðtal. Herru, já, klárt. Það væri líka gaman að heyra. Já, pingjan.is. Það væri gaman að heyra af einhverjum bröskurum. Já, akkurat. Herru, þakka við fyrir í dag. Bless.